Daginn og velkomin í Silfur Egils. Í lok þáttarins fáum við hingað merkilegan gest. Það Michel Rocard sem var einu sinni forsætisráðherra Frakklands. Hann núna sérstakur sendiherra Frakklands forseti og fer með málefni norðurheimskautsins og reyndar suðurheimskautsins líka. En fókusinn nú aðalega norðurheimskautsins, það sem æðislegt kapphlaup hafið auðlindir þessa svæðis, svona meðfram því að ísinn að brotna, siglingaleiðir, olíu, málma, fiskveiðar og fleira, og þetta í þessu felast ýmis tækifæri en líka skelfilegar hættur, og svo tengist þetta aftur Evrópusambandsaðild Íslands hugsanlegri. Þannig að Rocard verður hér í viðtali á eftir. Hann nú svona einn af vinsælustu stjórnmálumönnum Frakka í seinni tíð og virtustu hann, en honum linnti ekki alveg við François Mitterrand og var ekki náðinn í honum en hafði alltaf orð á sig fyrir að vera heiðarlegur maður og hreinskiptinn. Við fáum hérna Njörpin Njarðvík sem búinn að skrifa bók, senda frá sér bók sem eru svona hugleiðingar hans íslensk stjórnmál og íslenskt þjóðfélag. Og eftir fáum við Andra Geir Arinbjarnarson, ætlum að tala við hann hugsanlega landflótta og láglaun og fleira gleðilegt. Við byrjum hér á Margréti Tryggvadóttur, þingmanni hreyfingarinnar, og Margrét hefur vakið athygli hans að þingið ekkert að koma saman þessa dagana. Það voru rosalega mótmæli fyrir utan, fyrst var sumarfrí, svo kom smá þing í september, svo voru rosalega mótmæli fyrir utan alþingi og svo bara þagnaði allt í langan tíma. Já, það þannig að, eða eins og ég skynja þetta, þá finnst mér ríkisstjórnin vera komin í algjört stræti með sín mál og stefnan hefur ekki leitt til neinna lausna fyrir samfélagið. Og hún svona einhvern veginn að reka sig viku til viku, bjarga sig fyrir horn, og það vildi svo vel til að síðasta viku var kjördæmavika, þannig að nú hefur þingið ekki komið saman í einhverja 10 daga og næstu viku verður Norðurlandaráðsþing hérna í Reykjavík og þingið kemur ekki saman fyrir eftir hádegi á 50-daginn. Og þá rauninni búið að vera þinghlé í 2 vikur? Í 2 vikur, já. Og á þessum tíma þegar mann finnst aðkalland að þingið sé að störfum, þannig rauninni hægt að segja að þingið hafi bara sáran lítið verið að störfum síðan bara í maí. Það var náttúrulega sumarþing og þingið starfaði allan septembermánuð, en það rétt og það bara, verkefnin eru svo stór og við þurfum bara að henda okkur í þau, en það ekki verið að því. Já, en það eru boðuð, ég veit að þú ert ekki boðað til mótmælana. Nei, ég er ekki boðað til mótmælana. En það eru boðuð mótmæli fyrir utan þinghúsið á 50-daginn. Á 50-daginn. Það var mánuður síðan að voru stór mótmæli fyrir utan þinghúsið og mér finnst ekkert hafa gerst. Þá hrökk ríkisstjórnin þó í eitthvað gír og boðaði agalegt samráð og verið sett á svið ágætis leiksýningar í Þjóðmenningarhúsinu og víðar og menn kallaðir til, en það hefur ekkert gerst og þá spyr maður sig, einhver vilji til þess að leysa málin? Og hvað getum við gert? Ætlar þú að taka í stöðu með mótmælendur fyrir utan húsið eða ætlar að vera inni? Ég hef bara ekkert ákveðið það. Síðustu mótmælum þá, eða þessum 4. október, þá fór ég út og talaði við fólk eftir mótmælin, eða eftir þingfundin, stefnuræði forsætisráðherra. Og það var mjög gott að heyri fólki og finna kraftin og ólguna, því við verðum að skilja ástandið. Mér finnst skorta á að mann gerir það. Mann í Fílabeinsturni og einhvern veginn finnst þetta ekki eða koma þeim við. En nú þið í hreyfingunni, þið svona komið inn á þing á þessum faldi búsáhaldabyltingarinnar og svona, og þið eruð að leggja fram tillögu sem í rauninni, hæstamáta óvenjulegar í raun og veru, því að þið eruð beinlínis að leggja til að þetta verði bara leyst upp. Já, við eins og staðan núna, og það líka núna í lok september, þá kaus þingið eða greiddi atkvæði landsdóm. 7 þingmenn sem voru ráðherrar í ríkisstjórninni greiddu þar atkvæði sem og fyrir mér það brotnaði eitthvað. Það eitthvað sem ekki hægt að laga nema bara með nýju fólki. Þegar þessi ráðherrar greiða atkvæði í þessu máli sem í rauninni kom þeim sjálfum mjög mikið við. Og þetta, samkvæmt öllum þekktum reglum vanhæfi var þetta fólk fullkomlega vanhæft til þess að gera þetta. Forseti þingsins, forsætisráðherra. Þetta fólk situr ennþá við völd og auðvitað hefðu í raun bara allir sem voru á þingi átt að kalla inn sína varamenn. En hvað felst í þessum tillögum ykkar?
Við sendum frá okkur yfirlýsingu þar sem við eiginlega leggjum það til að forsætisráðherra skili inn umboði sínu til forseta Íslands. Hann kanni hvort að þingmeirihluti sé fyrir því að skipa neyðarstjórn eða verja neyðarstjórn vantrausti og skipi hana þá. Ef það ekki meirihluti fyrir því, þá verður að boða til kosninga. Já. Og undir venjulegum kringumstæðum myndum við auðvitað bara vilja lýðræðislega framgöngu mála og bara kosningar og nýtt þing, en það eru svo brýn verkefni sem geta ekki beðið. Já. En það verður að reyna að setja þetta í eitthvað lýðræðislegt ferli og því leggjum við til að það fari fram þjóðaratkvæðagreiðsla neyðarstjórn. Þannig að landsmenn samþykki þetta ferli. Þið viljið sem sagt að það verði komið á hérna neyðarstjórn? Við viljum það, já. En hverjir geta setið í svona neyðarstjórn? Ég ætla ekki að setja í henni. Það sé alveg ljóst. Ég held að við eigum fullt af flottu fólki. Og það fólk hefur kannski ekki viljað, ef ég má segja, bara óhreinka sig í íslenskum stjórnmálum, eins og ástandið þar. Við skipuðum rannsóknarnefnd Alþingis sem skilaði gífurlega góðu verki. Já. Og það fólk af því kaliberi sem við þurfum til þess að leysa úr málum hér. En þetta ekki einhvern veginn, beinist þetta ekki gegn þingræðinu þegar við erum að tala að fá forsetann til þess að grípa í taumana með smætti? En ég sé enga aðra lausn og þetta eins og við setjum þetta fram, þá þetta einhver tímabundið ástand. Hér fer bráðum fram stjórnlagaþing og mér finnst afskaplega mikilvægt að við stöndum vörð að það fari fram og þessi unnið úr við klárum þá vinnu. Við verðum að leyfa því þannig að við leggjum það til að þegar stjórnlagaþingið hefur lokið störfum og Alþingi afgreitt frumvarp nýja stjórnarskrá að þá verður boðað til alþingiskosninga. Og samkvæmt svona áætlunum þá ætti það að geta verið bara næsta vor. Og það þá neyðarstjórn sem starfar í einn vetur. Já. En og gerir það sem þarf að gera. Við þurfum verkefnin þurfa að vera mjög skýr. Og það þarf að leysa bráðavanda heimilana. Og við verðum að koma okkur upp einhverjum opinberum framfærslu viðmiðum. Við getum ekki treyst á það að eitthvað fólk gefi öðru fólki að borða miðvikudögum. Mat í póka. Þetta gengur ekki upp. Og við verðum að fá þessa tilfinningu fyrir réttlæti. Því ef það ekki réttlæti þá flytst fólk úr landi. Það vill enginn búa í óréttlátu þjóðfélagi. Og það nákvæmlega það sem við erum að sjá. En hvað þetta að gera með svona tillögum á Alþingi? Þið getið lagt þetta fram? Við getum náttúrulega lagt fram vantraust á ríkisstjórnina. Já. Og þetta auðvitað vantraust. Og það getur vel verið við gerum það. En eins og þá erum við náttúrulega þingmenn þarna og við óskum þess að fólk bara skynji vanmátt. Það svo augljóst. Það augljóst öllum sem skoða að ríkisstjórnin ræður ekki við verkefnin. Já. Og þarf hjálp. Og við verðum að koma stjórnmálunum upp úr þessum forraputt sem þau eru. Verðum að hætta þessum sænkasaleik. Hafið þið náð samband við forseta Íslands? Við höfum gert það reyndar. Hann hafði strax samband við okkur og við áttum með honum mjög góðan fund fyrir 2 vikum síðan. Þessar tillögur? Þessar tillögur. Og hvað sagði það? Við ræddum nú ýmislegt og hann vildi bara heyra okkar skoðanir og af hverju okkur líður svona, af hverju okkur finnst þetta og ég held að hann sé nú sammála okkur margt. Já. Og sérstaklega það að við verðum að leysa vanda fólks. Við búum hérna á landi þar sem enginn veit hvað hann skuldar. Þeir sem skulda eitthvað þegar við hugmyndum hvað það er. En samt erum við að gera fólk gjaldþrota vegna þessara skulda. Og hvernig ætlum við að vinda ofan af þessu? Við þurfum einhvern veginn að leyfa okkur að byrja með nýtt borð og hugsa í lausnum. Ekki einhvern veginn í gegnum dómskerfið og við verðum að skapa samfélag sem við getum búið. Nú ert þú búin að sitja á Alþingi í 1,5 ár. Já. Og finnst þér Alþingi eins og það núna vanhæft til þess að fást við þess mál? Já, mér finnst það. Ég ber ekki traust til þeirra stofnunar. Það gott fólk í öllum flokkum, en það eins og skortir svo mikið hugrekki
að fólk það fylgir forystunni í blindni. Nú engin flokkur með sérstaklega sterka foringi, það engin öflugi leiðtogar og ég skil ekki af hverju fólk að fylgja þessu fólki áfram í blindni. Að fólk setur ekki niður nema örfáar einstaklingar, þeir segja hingað ekki lengra, ég sætti mikið við þetta, forystan ákveður eitthvað og aðri hlýða. Og þannig að þeir sjáu ekki annað ráðin að forsetinn grípi taumann? Nei, í raun ekki. En okkar tillögur náttúrulega í hóvarð okkar þá byggja þær á því að forsætisráðherra skili inn umboð sín til forsetans. En sko, neyðarstjórn, hún myndi náttúrulega sitja samt í skjóli Alþingis. Hún gerir það. Hún yrði að fá samþykki Alþingis af því við búum þó í þessu þingræði. Við gerum það. Og það kannski vandina. Ég meina, af hverju ætti til dæmis neyðarstjórn að hafa eitthvað sterkari bein gagnvart hagsmunaaðilunum í bönkunum, í lífeyrissjóðunum, í LÍU, ég veit ekki hvar og hvar. Það bara mjög góð spurning. Af hverju ætti hún að hafa það? En það það í okkar tillögum að forseti þarf að kanna hvort að þingmeirihluti sé fyrir því að verja slíka stjórn falli. Og ef að þingmeirihluti fyrir því, þá það náttúrulega öflugra þing ef það byggir ekki á þessum hefðbundna meirihluta og minnihluta. En við erum í svo vondum málum að við verðum einhvern veginn að koma okkur upp úr þessu. Og þetta einn tillaga. Og ef að fólk með fleiri tillögur, þá væri bara gaman og gott að sjá þær. Margrét, takk fyrir að koma í þáttinn. Við ræðum hér rétt á eftir við Andra Geir Ari Bjarnason.